Dóttor fútból, áhugi 0, það að segja Túborg nýji bjórin 0,0%, Túborg Classic, þetta nýjasta tískan hjá unga fólkinu og Dóttor fútból komin í þetta með þeim. Talandu nýjustu tískuna, þá hann mættur til landsins, Ágústur Ágússon, Gústi from the future, velkomin. Takk. Velkomin, sérstaklega, við verðum 6 ára, 21. júní, Dóttor fútból, við ætlum að henda okkur aðeins upp í Keiluhöll þá og eiga góðan dag, við ætlum að horfa saman á Frakkland, Holland, fá okkur 2-3 drykki og hafa það gott. Ölsen á sínum stað, Gunnar Birgisson, velkomin. Takk hérlega fyrir það. Sko, að því ég verið aðeins að tala um háskólanám.is, Gústi, þú ert menntaður í Ameríku. Já, ég fór til Bandaríkjanna 2006, kom heim 2008. Já, hvað lærður þú? Ég lærði viðskiptafræði, kláraði þar, fekk ýmislegt meti úr menntaskólanum, eða þeim lærði það í Kópavogi. Já, lærði. Fyrsta afsökunum. Fékkstu meira meti að þú varst í lærða? Já, svona, allavega gæti maður sýnt fram á það að maður var í þeim lærða, þannig að það svona, var ekkit vesen að fá metið, þau skulum orða það þannig. Heldur betur, pældi þessi, ég er búin að þekki í öllu sári, ég hef aldrei að pæli hvað þú varst að læra það úti. Nei, en það er aukandri. Vel gert, ég er stoltur að það er háskólanám.is og til 5. júní til að klára þetta allt saman. Við vorum að þrýsta fólki í flugvirkjan á sínum tíma. Já. Já, þú. Já. Ég veit nokkra sem að fóru og eru konur inn. Hver var það? Ég veit ekki hversu opinbert þetta er. Ég skal koma með næsta þetta. Ok, við verðum að fá samþykkt fyrir þessu öllu saman. Já. Nú, Matsatax eru með fyrsta skipti í sögunni. Það eru þeir komni með stórmóta myndirnar. Það eru bæði myndir og svo limmiðar. Við traditionalistarnir erum í limmiðunum að sjálfsögðu. Hvaða móti varst þú svona harðastur að safna, Gústi? Ég bara, þú veist, rauðarspjaldi á sín tíma. Já. Það var svona síðast held ég sem safnaði einhverja að viti. Svo var alltaf bara NBA-myndinar alveg, bara flýr og bara manni hvað þetta hét allt saman. En maður var grimmur í NBA-myndunum svona 93 til 96, eitthvað svoleiðis. Gunni, safnaði þú í stórmótum í boltanum ekki? Já, kannski eftirminnilegast 2006, 2002 líka. Já, þetta eitt að skemmtilega sem maður gerir að standa þarna í þessu og rýma þetta allt saman. Dominus Pizza, auðvitað minnir á það að það verður bilað að gera á laugardaginn. Það eru bæði forsetakosningar og úrslitaleikurinn í meistaradeildinni, þannig að kannski hafa vera svolítið klár í þetta allt saman áður en að kvöldið kemur. Hvað kjósið þið? Viljið gefa upp hvað ætla að kjósa í forsetakosningunum? Já, ég náttúrulega ég held ég að við gefið það upp hérna einhvern tímann fyrir einhverju síðan. Man ætlaði að kjósa Jón spurning með svona taktíkina að því að nú er allavega samkvæmt könnunum skilur en maður á kannski ekki að vera að láta það af áhrif á þessu, ég veit það ekki, þú veist en Já, ég get alveg sagt það, and you can put that on my TikTok. Ég er að fara að kjósa fucking Kötu Jag. Já. Grjótarður Gústín hérna, Dóttor fútból þetta voru eins og Diplo, hann segir ekki frá einu eða neinu. Þú spurðir. Þú vilt ekki sjá Höllu Hrund? Jú, ég til að sjá alla. I love everybody. I love everybody. Þetta nýja Hjörvar. Já, ok. Ég elska alla. Það er vandamálum með sumir segja þessi kostur, aðri segja þessi galli. Já, ok. Og ég legg það bara í mat þjóðurinnar hvað hvort sé kostur eða galli. I love everybody. En passi ykkur einu ofmargar sjálfshjálparbækur, það getur skemmt ykkur. Bara ég verður líka að vera með einhver eigin prinsip. Tékkland byrjuðaskoðun áfram Tékkland í sumar. Já. 15 stafstóttur. Besta tekniska lið sem þú séð, Gústi? 2004, liðið sem tók Holland 3-2 eftir að hafa lent 2-0 undir á EM 2004 í frábærum leik. Og einu besta leik Evrópumótsins bara á þessari öld. Já. Staðfest. Lentu í silfurmarki Dallas, eða ekki? Var ekki í Jó, bara Dallas. leikurinn segir áttu aldrei að klúra var sá leikur. Það var besta leik keppninnar og ég ætla ekki að bakka út frá því. Milan Barros setti sigurmarki á móti Hollandi og þeir voru frábæri í þessu leik. Er þetta Barros, Nettet og Koller í Prime eða? Já, basically. Rosiski. Já. Það eru glæsileg sumartilboð fartölum og þetta hlýtur að vera einhvers konar eitthvað, byrju hvað þetta er fyrsti júní, ok, það er ekki djókt ár. 34.992 fyrir fartölvu. Ég borgaði 400 skall fyrir fartölvu 2003. Já, ég keypti mér einhvern tímann eitthvað skran á einhver 290 skall eða eitthvað. Já. Heldur betur, Óskar Hrafn Þorvaldsson var gestur stúkunar í kvöld. Hann hefur spilað í Noregi. Já. Með hvaða lið? Strömsgodset. Vel gert báðu tveir. Því að þetta var kannski ekkit,
því að Karl Greið meiðist þarna mjög snemma Já. og ég held kannski að einhverju væri búin að gleyma þessu en ekki þessi tveir. Þeir töluðu hann í fjölmiðlum sem raskasti mann í norsk fútbol, þú veist, snegsti, fljótasti. Mjög röskur. Já, röskur. Já, lendir hann í erfiðum meiðslum. Þetta hvað, 99 eða ekki? Nei, 90? Þetta er fyrr. Þetta er fyrr, 90, já. 97 er þú leys. Þannig þegar að Gunnar Birgisson er bara að verða til í raun og veru. Já. Sá maður sem við þekkjum í dag. Nei, svona, það átti nú eitthvað vatn eftir að renna til sjávar hann. Heldur betur. Gústi, þú ert náttúrulega ný komin til Íslands en þú byrðið erlendis. Ég ætla að segja frá þjónustu sem þú getur nýttir á Íslandi. Okay. Þú getur farið á heimkaup.is, þú panta áfengi og það er sendt heimtíðin með Volt. Okay. Hvernig líst þér það? Það er bara best að sé virt. Já, það er það besta sem þú ert ekki að fara út úr húsi til þess að fá þetta allt saman. Nú er afsláttur, 50% afsláttur af sendingum með Volt fjá heimkaup. Drengir, ég var að svona hringjótu með alla bæ í dag. Ok. Og hvað sé ég á hækki þér? Já, þú heyrir eitthvað illa. Já. Hérna betur. Flott. Ég var að hringja út allan dag og reyna að segja einhverja fréttir. Sko, það sem að ég fiskaði upp úr þessu öllu saman og ég ætla nú að reyna að vanda mig svolítið núna. En það er allavega hávar orðrómur það í Vesturbænum að Óskar Hrafn Þorvaldsson sé að fara að taka við sem yfirmaður knattspyrnumála hjá Vesturbæjar stórveldinu. Ég fekk þetta ekki staðfest. Hins vegar kemur þetta frá fólki í Vesturbænum sem ég þekki vel og er ekkit að leika sér að einhverjum svona fréttum. Óskar auðvitað hætti í síðasta mánuði hjá Haugasund í Noregi og svona er búin að vera sýnilegur á leikjum og annað slíkt og hann er náttúrulega rosalega mikill káringur og gat ekki leyft sér að vera káringur meðan hann var blaðamaður, gat ekki leyft sér að vera káringur meðan hann þjálfaði Gróttu, gat ekki leyft sér að vera káringur þegar hann þjálfaði Breiðablik og ég held að það sé ekkert sem skipta hann eins miklu máli í íþróttum eins og KR. Hafið þið heyrt af þessu? Ég hef ekki heyrt af þessu en það er ég ekkert mikið inn í málum Óskar Hrafns Þorvaldsson og ekki með neitt tengslanett þar en ef að KR er að spá í að taka Óskar inn í klúbbin akkur bara ráðar ekki sem þjálfara meistaraflokks kalla sýnist alveg ekkert veita því að fá nýjan gæja inn þar en ok, allt í góðu, bara gæja sem vilt hafa pottet í félaginu og getur komið sínar hugmyndir og gert þar ákveðna hluti en hvort það sé best fyrir að hvort það sé betri að koma inn í yngreflokkaþjálfun eða þú ert eitthvað stjórn einhverju þar eða bara hvort þetta á að vera hægt transition yfir í meistaraflokksþjálfun, ég veit það ekki en Fix bara vel gert hjá KR, bara ná honum inn það er örugglega fyrsta skrifið. Já, Fix KR. Já. Hvað segir þú Gunni? Ég held að sé ekkit ég hugsa að þetta sé ekki rétt að hann sé búin að taka þarna við eða neitt svoleiðis en ég hugsa að sé, eins og Gústi segir að ég hugsa að sé það er held ég engin feluleikum með það í Vesturbænum að það er mikið kapp lagt á það að fá mannin inn í klúbbin. Ég spurði hvað það þýtti fyrir Greg Rættir þá sem káringa sem ég þekki og þeir sögðu ekki neitt sko hann kemur að það sem yfirmaður knattspyrnumála þetta er svolítið svipað og Rúnar Kristinsson kom svona inn í KR á sínum tíma og tók síðan við af Loga Ólafssyni þannig að já, það var áhört að sjá hvort að þetta allavega flýgur aðeins bæinn að þetta sé staðan hvað sé að frétta, hvort það sé rétt eða ekki en það var mjög áhugavert, var gaman að fá Óskar í íslenskan fótbolta og hvaða hugmyndir hann hefði fyrir KR hvernig getum við fixað KR ef svo má segja fixað, það er enda bara 5 ár síðan voru Íslandsmeistarar en það er samt, þeir eru rosalega langt frá þessu okkur núna manni finnst það allavega heldur betur góð lykt af Dr. Fútból já, það er rétt, hann notar bossil minn heldur betur og ég með hann fyrir þig Gústi, ég veit að þú hefur mikinn áhuga á góðri lykt hárrétt það er hárrétt bossilmurinn sem að Kamavinga, Foden og hver áttur þessi þrý Kai Havertz að sjálfsögðu já, og í öllum búðum núna drengir, horfðu á íþróttirnar í gær? Já. Ég var meira körfuboltamegin heldur en handboltamegin í gær. Ég sá ekki sekundu af körfuboltanum. Ég tók hann í morgun. Já. Það er ótt að segja að Karavan hafi haft yfirburðin, haft vinningin þarna. Svo sem ekki spennandi leikur þannig lagað en við sjáum að Bjarni Ben, forsætisráðherra var mættur. Big Willem var mættur. Áslaug Arna sem er nú bara einhverju harðasti körfuboltaáhugamaður landsins. Hún var mætt.
hún var mætt á Er körfuboltanum. En hún- orðin valsar í dag? Já, það Ég held virðist að sé búin að rýbranda sem valsara. Ég þekki Magga bróðurinn, sko, hann er Það fylkismaður. eru ekki bæði fylgis. Þau eru Þannig að fylgis þetta lítur að vera royalty. einhver nýr leikþáttur. Þetta ég held hún sé eitthvað skild konunars Magnúsar Já, Óla ok. í handboltanum. Já, Þetta sé eitthvað svoleiðis. en gott og vel. Það er ekki spurning að það var meiri áhugi á körfuboltanum því að þar var það var allt undir. þar var allt undir. Mjög sérstök ákvörðun sem þarf ekki að ræða það eitthvað frekar að þessi klúður að hafa þetta á sama tíma. Hvað fannst þér þetta, Gústi? Að hafa þetta á sama tíma? Mér bara, þú veist, ég hefði viljað sjá þetta, það verið auðvöld að færa annan leikinn bara til dæmis til að spila hann á morgun. Já. Þú veist, það skipti ekki máli, en bara eins og maður reyndi að kynna sér þetta eitthvað og dagskráin hjá Körfuboltasambandinu var búin að vera klár í marga mánuði, meðan að handboltinn er búin að vera að sníða sitt prógram út frá gengi Vals í Evrópukeppninni, þannig að það hefur verið auðveldar að færa þann leik til, en þú veist, það var ekki tróðfullt stúka í Mosó og allir sem vildu sjá leikinn, þeir sáu leikinn, þannig séð, sko, þannig að þetta er fyrir okkur sem nann ekki af öllin sem getum tuðað heima yfir að fá ekki að horfa á þetta. Já, þetta er náttúrulega skipti máli upp á bara exposurið á íþróttunum. Já. Ég hefði bara viljað sjá bara eitthvað æðra vald stíga þarna inn. Ég hefði bara viljað sjá ISI segja bara, herðu, þú veist, þetta gengur ekki, sko. Nei, það er bara, við getum ekki haft 2 Íslandsmeistaratitla að fara á loft á sikuri stöðinni á sama tímanum í sikuru húsinu. Það bara gengur ekki. Það sem að ég tók líka út úr þessu var að það var ekkert í gangi á þriðjudagskvöldið. Ekki neitt. Ekki neitt. Fyrir auðvitað leikinn sem ég fór á hérna í Kórnum, það var Ímir á móti það var Ímir á móti RB, það hefði verið hægt að fylla honum inn í dagskrona þar, við getum orðað þannig. En þá, ég meina, þú hefður alveg getað sagt bara með handboltan að það bara fyrir leik 4 að þá er 1 dagur í kvíld, þá er leikja á sunnudegi, frí á mánudegi og svo bara aftur á þriðjudegi. Bara eins og í stórmótorum í handboltanum, bara minnsta mál í heimi, það er ekkit mál, en allavega, þetta var ekki gert og þetta klassaði saman til hamingju Valsmenn og til hamingju F-fáingar, glæsilega endurkoma, eða heimkoma Arnórs Pálmasonar fullkomnuð þarna í gær, en verða að vanda sig aðeins meira næst og gera þetta, þú veist. Ég hef oft verið svona að verja HSI út af einhverju svona PR blöndurum í kringu stórmót og svona og segja bara, hei, þetta er áblæð erfiðar maður heldur og lalala, en svo komaði reglulega með svona bara svona genuine eitthvað bullshit sem að er ekki nógu gott. Hvernig var floor seat, var það eitthvað gaman þessu? Já, mjög gott. Já. Það var mjög gott, mikil nánd við leikinn og maður svona einhvern veginn. Það setti þessu svolítið inn í þetta. Já, heldur betur. Já, ok. Já, maður byrju, alltaf frá. Nei. Varstu með eitthvað meira? Nei, bara, þetta er bara flott. Þú veist, F-fáingar áttu þetta skilið og veist, jú, heimkoma Arons, klálega Íslandsmeistaratitill, en svíði fyrir þá, vitandi af því að þeir eru með besta lið landsins að hafa ekki klárað tvennuna. Já, geti verið. Það er náttúrulega, þú veist, byggarinn fyrir augum allra landsmanna. Ég verða að viðurkenna eitt hérna. Ég sá bara svona aðeins byrjunina af körfuboltanum því að Stefán Pálsson og Halldór Kristjánsson vildu taka upp sögu EM. Ég spæði við á hvaða kvöld viljið þið taka. Miðvikudagskvöldi, ég var svona en þeir voru að gera mér greiða, þannig að ég bara, já, ok, ekkert mál. Þannig að ég sá bara eftir leika með hvart yfir dómgæslunni í körfunni. Var eitthvað að því að? Ég bara er ekki körfubolta sérfræðingur. Það var mikið flautað í flautun allavega. Já. Þú veist, hvort það sé gott eða slæmt veit ég ekki, en Grindavík fekk fullt af momentum þegar Valur var ekki að hitta neitt til að ná smá rönni. Þeir límdu ekkert rönn saman allan leikinn, þannig að Grindavík átti ekki góðan leik heilt yfir, þannig að betra lið vann. Þetta var ekki smá Simmi sem var með mér í Bíkó. Þetta er okkar lang bestu dómarar, sko. Hverju voru þetta? Simmi, Kitty Óskars og Davíð Tómas. Kitty frendi? Kitty frendi. Hann er frendi minn. Hann er frendi minn. Já, ok. Valur náttúrulega missir Eikóks út í fyrstu sókleik og hann kemur ekki aftur inn og samt vinnaði leikinn og þeir settu körfu niður þegar þeir þurftu að setja körfu niður, Kitty Páls og Badmusinn, þeir voru stigu upp þegar þeir þurftu að halda að gerði enginn að Grindavík. Með hálfan Kára Jónsson einhvern veginn, kemur svona skakklappandi inn í þetta úrslitaði
besti kanni deildarinnar, kannski á eftir Remy Martin, Joshua Jefferson meiðist fyrir úrslitakeppni og svo Kristó í fyrstu sókn í oddaleik. Þetta er bara ótrúlegt afrek. Það sem ég, þegar þú varst lengi í Bandaríkjunum með Gústi, þá datt mér í hug sko að þegar þú sagði and did not return, þegar ég var einhvern tíðan að horfa á einhvern soccer-leik í Ameríku og þar var eitthvað Lee Sharp meiddist eitthvað and did not return. Akkurat. En svo væri option í fótboltanum að meiðast á 13. mínútu og mæta síðan aftur inn á völlinu og þeir 70.000 annari. Kredit á Val, hafa klárað þetta. Maður hafði alltaf tilfinningunni það að þetta færi í oddaleika, Valur myndi klára þetta og þeir gerðu það. Heldur betur. Saman hvað þeir myndu fara því. Hetjuleg framistæða Grindvíkinga ábúinlega ekki búin á auðvelt tímabil hjá þeim. Nei. Heldur betur ekki, eru þið búin að kynna ykkur leikinn þar sem að Dr. Fútból og Sony að gefa 65 tómu tæki? Ég er búin að skrá mig. Já, heldur betur. Netverslun.is þar sem að við erum með Sony tækin þar. Herðu, ég var aðeins að glugga í teipin, eða svona kíkja á teipin og glugga í staðrinnar og allt svoleiðis og Gústi, þú ert auðvitað involverað í öllum fótbolta heimsins, fylgist með þessu öllu. Sko, Cristiano Ronaldo er jafngamall og þú. Já. Þeir eru báðir 39 ára gamlir og það eru 3 mánuðir á millikar. Já. Þú veist hvernig það er að vera 39 ára. Já. Og þú veist það þekkir engi betur en þú verið 39 ára. Hann gerði 35 mörk. Vitið, hann janúar eða? Hvað? Hann februar, byrjun februar. Ok. Já. Já, það bara... Fyrir Al Nassr. Já. Hvað, þú veist, fyrir 39 ára gamla mann, bara takt okkur aðeins í gegnum þetta hvað þetta er. Þú þarft Bara, ekki hann er að standa sig vel, sko. Þú þarft ekki að svara þessu, sko. Nei. Ég hlusta á einhver félagum daginn vera að ræða Cristiano Ronaldo og held að væri komið nóg fyrir vikuna en eigum að halda eitthvað áfram. Nei, Við höfum hann á örglega eftir að spila það líka út í FA Cup sigurinn eftir. Og hvað, voru þeir að klára einhverja titla það? Þú ert nú málmakall. Já, ég er málmakall. Já. Þeir eru ekki að klára neina titla. Hann fagnaði svo ógulega einhverju 4-2 marki að þeir var að setja eitthvað marka með mark sem að skipta engum máli. Þeir eru náttúrulega ekki neinum séns á að vinna neitt. Ég set ekki metin, hvernig var þetta? Þau alltaf mig. Þannig En þú veist, þú sem 39 ára gamall maður, ég bara ber virðingu fyrir að hann er ennþá að spila, þú veist, og delivera. Ég ætla ekki að segja á hæsta leveli, en þú veist, skrokkurinn er bara búin að hugsa sig eins og bara proper atvinnum að það gerir og hann er ennþá að skora mörk og er ennþá að njóta og bara gangjunum sem allra best og meðan spila sér lengst, sko. Þú veist, þetta verður náttúrulega, klart þú. Ég var rýn í gögnin. Karim Benzema, getur verið hann ekki náði 10 mörk á tímabilinu? Það getur alveg verið. Ok, og ekki fyrir mín og heldur. Vítu, hvaða lið vann Sáti? Al-Hilal. Er hann ekki þar, eða? Nei, hann er ekki þar. Hann er í Al-Nassr. En þar var Mitrovic. Þar var Mitrovic, já. En sko, það verður náttúrulega bara mjög fróðlegt ángrín, svona ef við tökum þetta grín og sprell út úr þessu, þá verður mjög fróðlegt að sjá Cristiano á EM í sumar. Hvernig hann á eftir að pluma sig á móti þú veist, fótboltamönnum og þú veist, sem að eru Nei, ég meina þetta er ótrúlegt. Finnst ykkur þetta ekki ótrúlegt? Jú. Það verður bara mjög fróðlegt að sjá hann í sumar. Hver var næst markaðastur? Fylgir það sögunni? Mitrovic. Já, ok. Mitrovic var mjög góður í þessu og bara Mitrovic er frábær sendir og það voru líka áhverjum að sjá hann í helgina. Áhverjum lærið okkur? Er Mitrovic ekki frábær sendir? Jú, ég finnst þetta bara svo Mér líður bara eins og ég stattur í Groundhog Day. Þetta er bara sama umræða þátt eftir þátt. Nei, ég var bara að velta þessu fyrir mér. Gústi er 39 ára gamall. Þú skilur þetta ekki, Gústi. Ég skil þetta. Já, Gunni skilur þetta ekki. Gunni heldur þessi eðlilegt. Ég er búin að fylgjast með fótbolta löngu áður en þú fættist og 39 ára gamli menn voru ekkert að gera svona hluti. Þetta er bara ekki búin að ræða þessa Sáti-deild? Hefurðu séð Karim Benzema getur ekki skorað 10 mörk þarna. Karim Benzema getur ekki skorað 10 mörk þarna. Roberto Firmino getur ekki skorað 10 mörk þarna. En segi mér eftir það sem við vorum nú að ræða portugalska landsliðið og við vorum að tala gamla leikmenn. Er Pepe í hópnum? Pepe? Já. Það held ég. Er það ekki? Pepe sé í hópnum. Er hann ekki eldri en Ronaldo? Jú, hann er 40. Og hann var að spila á hæsta level í Evrópuboltanum í sumar. Og ég man þegar að Ríó er mætt á völlin og Ríó sagði bara við hann, herru, hvernig getur ennþá hreyft þig? Hann skildi þetta ekki, sko. Gleymum líka ekki að Wayne Rooney sem er talað um mörgum bestu leikmaður sem er spilað í ensku deildinni, hann er eldri en yngri en Luka Modric sem er að fara að spila úrslitaleik meistaradeildar Evrópu á morgun. Pepe er í hópnum.
Já. Frendis 4., 8. og 11. júní Já. PP hópnum 40 eins og skamall Þetta verður, fættur 1983 ég hef með svona soft spot fyrir Portugal sumar og svo þeir með nokkra gæja þarna sem að spila í Saudi-Arabíu, Neves vantarlega í hópnum og Tavio vantarlega í hópnum þannig að þetta svona skemmtileg blanda. Heldur betur. Gabriel Veiga sem var orðað með Napoli og Real Madrid, hann skoraði 4 mörk í Saudi. Já. Bara levels. Það var gæinn sem Toni Kroos tók að lífi sem fór úr spænsku deildinni og bara hvað þetta gera setti 4 stykki. Jæja, höldum áfram. Dóttarfútból ætlar að skoða það sem gerist á þessum degi í sögunni með Lífeyrissjóður Vesturmann, live.is. Þeir höfðu samband við Dóttarfútból og báðu að hjálpa sér, en Dóttarfútból og Lífeyrissjóðin hafa grafið stýrisjóður sína og snúið bökuð saman. Viðbótarlífeyrissparnaður 2% launahækkun. Þú fær 2% meira frá þínum launagreiðanda og borgar skattfrjálst inn á lán og getur líka borgað skattfrjálst inn á innborgun í fyrstu íbúð. Tekkið þessu inn á live.is, more life eins og ég segi. Árið 1999 þá voru Manchester City, já þetta kann að hljóma undarlega fyrir krakka sem að hlusta, en þá voru þeir í úrslitaleik í umspili þriðjudeildarinnar, það er að segja C-deildar á móti Gillingham. Þeir voru 2-1 undir og voru leiðin út, Gillingham voru leiðin upp og Manchester City voru að vera áfram í þriðjudeild, en þá gerist þetta á 97. mínútu. Comes now for Gota. Can't get his shot in. Dickoff, he scored! Paul Dickoff. Paul Dickoff skorað og kemur þeim á jafnarinn að leika móti Gillingham og Nicky Víver enda sem hetja þeirra. Það sem var líka áhugavert við þetta var það að ári áður fjallu niður í C-deild úr B-deild að í leika móti Stoke City þar sem að Lárus Orri Sigurðsson var að spila. Það var það lítið að gera þannan dag að maður gerði sér lítið fyrir og fór á Ölver að horfa á þetta og það var stappaður Ölver. Að horfa á þetta? Að horfa á Stoke City og hérna Manchester City að berjast fyrir lífið sinni í B-deild og þau fjallu bæði. Því að þetta var algjörlega rosalegt. Þetta var sagan. Við ætlum að fara í Paul Dickoff og Sean Goder, þetta var skemmtilegt kombo hérna frammi. Heldur betur. Við ætlum að fara í íslenska fótbolta með kjarnafæði. Frændi búin að henda í pakka handa mér. Virkilega ánægður með það, kæra þakkir fyrir það. Víkingur Breiðablik var í kvöld og eiginlega ástæðan fyrir að við erum hér að taka upp í kvöld var svo að við vorum alveg samfærum að þetta er rosalegu leikur. Þið voru báðir á vellinum strákar. Ég reyndi að ná mér í stól og setja á hlaupabrautina en það var með að flekta aftur upp í stúku. Floor seats. Já, ég reyndi að fá. Þetta snýst alltaf nándum við leikinn svona. Það gerir það. Gústi, koma heim. Hvernig fannst þessi leikur? Sko, heilt yfir fannst með leikurinn bara gæðarlega séð að vera vonbrigði. Bara, þú veist, bæði lið voru passív og hrædd bara, þú veist, vildu ekki tapa leiknum og voru ógeðslega passív í sínum aðgerðum. Þú veist, það gerðist ekkert í fyrra hálfleik. Hvað var best að fara í leiksins? Var það mögulega að Pablo Bunni átti skot þarna eða Blikar átti svipa skot, þú veist, sem að varði í hann Pálmi í markinu, þú veist, það gerðist ekkert þannig séð. Nei. Og maður sá ekki alveg, eins, mér fannst Blikar svona aðeins yfir á í fyrra hálfleiknum og það var ekkert mikið á milli liðana, en maður hugsaði hálfleik, hvernig á markið að koma. Hann gerir breytingu hérna á 50. og annar eða 3. mínútu, þá tekur hann Kitta Steindórs út af og setur Ísak inn á. Maður var búin að vera að bíða svona eftir því að þau voru búin að komast oft í fína stöður, búin að spila sér upp vængina, svo hugsaði bara leit gæinn upp, á ég að krossa, nei, það er enginn inn í og hann gaf þeim svona öðruvísi vittir í sóknarleiknum að fá Ísak inn og þeir gáttu byrja að setja hann aðeins lengra upp og hann gæti unnið bolta í loftinu og þeir gáttu unnið í kringu það. Náinn góðu marki og það stemdi allt í þeir myndu vinna þetta og harka út 1-0 en svo jafna Víkingur hérna í restina og þú veist að það er ekkert að fara í felum með það að Anton átti að verja þetta skot en bara svo fer inn og 1-1 og þú veist, bæði liðin þegar við fara inn í leikinu var potið ekki að tapunum væri slæmt en ég held að bæði liðin svona heilt yfir og Blikar svektur að mista þetta niður restina. Gústi, þú ert náttúrulega hérna djúpt inn í svona
bara tölfræðibransan í fótboltanum og þú hefur séð þessar nýju tölfræði sem að margir er fannir að skoða í dag sem heitir Match Momentum og það var ekkert að gerast hjá Víkingum. Svo kemur eitthvað smá momentum hann í lokin, það verður þetta mix-up hann á milli Viktors og Anton Sara þar sem skallin fer rétt framjá. Það býr til eitthvað smá shaky-speiki í. Bæði lið búin að skipta mikinn og þú veist, Blikar komnir 1 og lifir 90. mínútu á móti Víking, auðvitað hugsaðu við ætlum bara að klára öllum að verjast og bara sigla þessu heim og það kemur mix-up og markið kemur basically upp úr einhverju, bara var ekki innkast og seinni bolti og Blikar dottir komnir og neðalega en það var ekkert færi, það var bara skot og bara gríft þetta og bolti fram og leikurinn búinn. Heldur betur. Þannig að, en já, þetta var, þú veist, mér fannst Víkingur, hann kippir hérna út af þegar hann kippir út af Jón Guðna, Fjólusinni og Aron Elís, þá held ég staðan ef ennþá verið 0-0 og með smá óvart, hann tekið svona 2 svona sterka pósta út af á sama tíma og þá hugsa maður að nú lag til að ganga frá þessu, skora stuttu setna en svo spyrir maður sig, veist, Gísli Gotti, veist, mér fannst miðjan hjá Víking, veist, Pablo, Aron, þetta eru þungavægta menn og frábæri leikmenn, mér finnst vantar svona aðeins smá svona takt, fænís og svona og mér finnst hann, þegar hann hefur spilað hann spilaði fyrir leikinu á móti Blikum þegar gekk, mér finnst hann eitt besti maður vallarins þar í Víkinni, var ekki hægt að nota hann í dag góð pæling og hann skorar og hann kemur síðan inn og skorar markið algjörlega, Gunni, ég tók á móti þér hérna í Hamraborginni og ég sagði mér að þú þótt að hálf leiðilegt í sjónvarpinu, þú varst alls ekki sammála því, þú veist, þið fannst þetta vera bara ljómandi vill leikur eða? Mér fannst þetta bara, mér fannst Blikarnir bara helviti massífur sko, mér fannst bara þeir fara þarna í maður á mann pressu, þeir klárlega pælingina að fara aftur fyrir þá og bomba boltanum svolítið upp, Damir var svolítið að sjá það mér fannst það bara virka vel og mér fannst vera mikið og hátt orkusti í Blikunum gáfu í raun og veru Víkingunum aldrei færi á einhvern veginn að komast í taktinn þú veist, leikur Pablo svolítið á eigin bragði, þú veist, það er svona náðu svolítið að nulla út Aron Elís, þú veist, það er svona og maður sá að það var komin svona smá frústrasjón og pirringur í Víkingana en þú veist, þeir finna bara leiðir eins og undir lokin, þú veist, þeir finna bara leiðir til þess að harka út svona leikjum. Þeir ekki gera það í fyrsta skipti. Nei, og þetta var svona, þú veist, eins og þegar Blikar skora markið, þeir eru svolítið að bíða eftir því einmitt að klukkan segi 95. Mér fannst koma vel út hjá Blikum að setja Höskuld úr bakverðinum inn á miðsvæðið, gefa meira power og meira hlaupagetu inn á miðjunni og mér fannst eins og sérstaklega fyrir áleikur svona Höskuldur var að vinna mikið af 50-50 boltum og gefa þeim upp góð moment til að byggja upp nýja sóknir og Andri Jóman bara spilaði eins og hann gerir yfirleitt í stóra atriði í söllu, þetta er frábært stig fyrir Víkingana þetta er eiginlega Víkingar að fara miklu kátari hlýtur að vera heim þeir gera það eftir að hvernig leikurinn spilaðist og allt það en það sem ég held að Víkingur veist, ég veit ekkert það ég ætla bara að gefa mig það að þeir núna fókusin á þeim verði ekstra mikill á Evrópu, hvernig þeir hafa talað og sáu hvað Blikar gerði í fyrra og þeir, þú veist, innstinni hugsa þeir gátu gert þetta og þeir telja sig vera betra lið en Breiðablik sem þeir vantarlega bara eins og staðan í dag með að við hópa allt saman að þeir vilja fara og gera eitthvað meira og fara í riðlakeppni og jafnvel ná í fleiri stigum þá þýðir það vantarlega að þeir spila Blikar fara vantarlega núna inn í Champions Path og fara sömu erfiðu leið og Víkingar lendi í fyrra þannig að ef að Víkingur fyrir Champions Path fyrirgjöf og sömu leið og Breiðablik fór í fyrra og þannig að gefum okkur það að Víkingur gæti lendi því ef allt bara spilast eins og það ætti að gerast að spila 4-6 Evrópuleikjum fleira en Breiðablik í sumar þá getum við bara séð, við sáum hvernig deildin fór með Blika í fyrra þegar álagið byrjaði að kikka inn því að staðan í deildinni var alveg fín þegar Evrópa álagið byrjaði hvað gerist með Víking, það áttur að koma í ljós en þeir eru samt með hópin í það Já, og sannlega, þeir eru búin að vera að glíma við svona meðsli hinga og þangað Jónkuðinu náttúrulega er svona að komast inn í þetta svolítið Gunnar hefur verið meiddur, Ekroth hefur verið meiddur, Pablo, Aron, núna Ingvar í kvöld, þannig að þú veist þetta eru svona... Stanir í dag eru núna flestir leikafir hjá þeim, en var Ingvar meiddur og það vantarlega verið meiddur, hann var ekki hóp, en hvað, var eitthvað nýtt eða, þú veist, vildi það eitthvað sögunni, hvað var aðeins? Nei, það hefur ekki komið fram. Það er sæmilega fríð eftir helgina, sko. Já, það er bara 15 dagar eða álíka. Ég skil ekki, það er engin úr bestudeildinni í landsliðshópnum. Þetta eru bara reglur á bíla. Nei, ég held að sé ekki reglur. Þetta er alls ekki reglur. Nei, ég meina, en það er líka áhuga, þeir eru búin að tróða sko KR Val inn í landsleikjavíku á mánudeginu. Það er ekkert, ég sé ekki reglur, þetta er bara
ég þekkir þetta ekki en Þú veist, ég held að sé alveg aftur- hægt að spila þetta og það hefur verið gert held ég áður aftur komum við að því að hérna, lið þurfa svolítið að þú veist, þú svolítið slekkur á þér og svo að kveikja þar aftur einhvern veginn og svo eins og Gústi talar að það að komið þér í þetta Evrópu álag eins og hefur verið talað svolítið síðustu ár og Blikarnir vildu meina að sambandið hefur kannski ekki hjálpað þeim nægilega mikið að þarna hefði verið kjörið tækifæri til þess að leyfa Víkingum að spila 1-2 leiki í þessum tveggja til þess að búa til fríi fyrir þá á milli leikja því þú veist, við sjáum það í deildunum hjá liðunum sem að Breiðablik var að mæta í fyrra þau lið fengu frí á milli leikjana Og það líka engin landsliðsmenn í öðrum löndum í hérna heima eða? Það engin að spila einhverju funky liði Ég held ekki þetta er alveg áhugavert Ég held eins og við förum ekki mikið lengra með þennan leik því að það gerist nú frekar lítið í hún kannski Færeyingar Vatnamar geti verið að fara á vatn já. það geti alveg verið Kannski Færeyingar og það er alveg stór póstur og mögulega Patrik ef hann heldur áfram að spila eins og hann hefur verið að spila en mögulega hefði ég byrjað með Ísak að ef þú ætlar að fara langt þá myndi maður halda að það þyrfti meiri ógn í loftinu til þess að geta unni fyrsta Gastu séð að Ísak verið komin í betra stand? Já, ég meina, sko ég nenni ekki að ræða endalaust eitthvað stand og ekki stand það sem þú færð alltaf frá Ísaki Snæ er framlag hann leggur sig alltaf fram og það sást bara best á þegar hann er búin að vera inn á í 30 mínútur eða eitthvað að þá tekur hann sprett úr frá hotfána nánast vinstra megin niður í hotfána hægra megin til þess að elta Karl Friðli sem var að taka sprett upp Þannig að getur að spila heilan leik? Ég meina, já, ég held það Ok, það var flott Blikar getur huggað sér við það núna 2 vikna frí leikja frí framundan þannig að Ísak verður klár bara beint þegar það er búið bara, bara algjört monster sko, og gott fyrir risastórt við þá að fá hann inn Já, vonandi að hann náði sér á strik í mótinu í ár Colgate með Dr. Fútból og Colgate leikurinn í þetta skipti var á Hlíðarenda en einn vellinum þar sem að valsmenn voru án Gylfa Sig og Aron Jó ekki dörsen 5-1 á móti Stjörnunni sko ok, ég var að byrja kannski Stjörnunni sko Jökull var í viðtalið þarna rétt fyrir leik og það var bara allt geðveikt í Garðabæ bara svo jákvætt og frábært bara akkurat ekki búin að tala vel þennan þessi er búin að vera geggjaður, þessi er búin að vera ræðislur og bara það var alltaf æðislegt og frábært og svona, Valur búið að vera svona eftir FH-leikina og allir bara FH mikið betri átt að vinna bara, sem var rétt, skilurðu og maður hugsaði þennleik bara það er ekki bara fínt moment fyrir Stjörnuna að mæta á Valsvöllin og vinna þá í dag akkur ekki ég meina Gunni og Bond sögðu með það bara þetta væri ég hugsaði líka bara frábært moment fyrir Stjörnuna að mæta og vinna en það var heldur betur ekki raun Hvað meinarðu? Þið voru að tala um það Já, ég meina er það eitthvað skrítið? Nei, en þegar leikurinn fer 5-1 fyrir Val en þetta eru náttúrulega svona frekar fríki mörk þarna til að byrja með þetta er náttúrulega við vorum að, ég náttúrulega horfði á leikinn og svo sá ég mörkin aftur hérna áðan, varnarleikurinn í mörgum af þessum mörkum, úff Já bara svona áhugaleysi fannst mér og svo mark nummer 2 sem að mínu viti fer með leikinn þegar Jóhann er að keyra inn á miðsvæðið og tapa boltanum Kristinn Freyr er bara hann er bara bestur í þessu valslið hann er að spila óaðfinnanlega þess að dana mér finnst hann ógeðslega góður það kannski kemur meira orku kannski var eitthvað meira svona orka í valsliðinu í dag eða hvað skýrir það að þeir bara taka að því mjög stið það slækir á laugardaginn að það komið verulega óvart hvað koma þetta bara að jarða Garðbæingana en ég meina að Stjarnan fær alveg færi í stöðun 0-0 sem að munir að Fredrik hafi varað að frekarna hafi færið rétt framhjá þannig að það er alveg eins og þessi leikur spilaðist fyrstu 30 mínútur voru mjög rólegar og lítið í gangi svo kemur þetta fyrsta mark og eftir það ganga bara valsmenn á lagið og finna það bara það er moment hérna að keyra yfir Stjörnuna og responsið á Stjörnunni var ekki neitt bara sko, gæði sem er nákvæmlega ég gamall og þú að þegar ég var nú áðan að tala um jafnaldra þína þú veist Birkir Már Sævarsson, það er vika á millikar ég meina bara alveg með hann og með Ronaldo finnst þér þetta ekki magnað þessi gæði? Mér finnst þetta magnað og veist, með hann er það sem er magnað líka þetta er bara búin að vera sami leikmaður sem í svona í 10 ár bara, veist, hann er ennþá að stíma upp og niður vængin bara eins og ekkert sé sko, ef ég geti spólað tilbaka 20 ár með hans hraða og allt svoleiðis láta hann æfa fyrirgjafir eins og titlingur ég eiginlega ætla að lofa ykkur að ég hefði gert hann að Premier League leikmaður
Nei, bara hárrétt, bara magnaður sko. Ég meina bara 100% eiginlega. Það er bara svo, það vantar eitthvað svo lítið upp og hann hefði getað náð algjörlega on top. Hann líka bara alltaf available. Hann bara meiðist ekki. Já, líka var ekki, fór hann ekki til Svíþjóðar í vetur og var hættur og svo svona þegar leið á janúar, februar, Birkir kemur væntanlega tilbaka og hvað mætir hann síðan bara og hann bara ennþá besti maðurinn hann að sinni sko. Ótrúlegt eindag sko. Vil ég ræða Jónatan eitthvað sérstaklega? Menna hann búin að góður. Bara búin að stíga upp. Hann og Tryggvi Hrafn Haralds, Tryggvi skoraði 2 í dag. Þeir eru báðir búin að fá mikinn hitta. Það sem að vera á móti. Nú verðast þeir báðir að vera mætt til leiks og sjáum hvað geta haldið þessu uppi lengi en Valsar eru búin að bíða eftir að fá þá í gang. Já, hann bara blómstra og þú veist, já, manni leið svona eins og hann væri svona hálf ósnertanlegur einhvern veginn á vellinum, hann bara svona sveifum og þú veist, og þetta skot til dæmis sem að skorar þetta fyrsta mark að vísu, Daniel Astal hefði mögulega getað stíð aðeins betur út á mótunum en þú veist, það er svona skot sem er svolítið sjálfstraust í. Ég bara, þú veist þegar úrslit kom mér óvart því að mér fannst eins og eftir að síðasta leik hjá Stjörnunni að fara úr því að vinna KA 5-0 á heimavelli og svo ertu bara komin í sömu viku og tapa 5-1 á útivelli á móti Valsliði sem verið í ströggli. Þetta er allt og mikla sveiflur fyrir lið sem ætlar að vera sér stopparð. Leðilegt fyrir Guðmund Andra að fá tækifæri í startinu hjá Val en fyrir út af eftir 20 mínútur eða eitthvað svoleiðis, 25 mínútur og Adam Ægir kemur inn á í hans stað 35 mínútur. Já, strókar ég var eitthvað að reyna að fylgjast með þessu, gæti verið að þetta hafa komið einhverjum viðtölum inn á fótbolta.net, ég náði ekki alveg en var eitthvað nýtt að frétta Gylfa, vitum við eitthvað hvað þessu? Já, Arnar talaði um það í viðtali við Stöðusport eða sín fyrir leik og sagði að hann væri bara mjög nálægt þessu, væri byrjaður að æfa og væri með þeim á æfingum og væri að taka þátt í æfingum. Þannig að hann kemur bara inn eftir landsleikinn vantilega. Gerir ráð fyrir því. Já, Valsmenn eiga reyndar leika á meistaravöllum á mánudag. Akkurat, það var það sem ég var að hugsa. Hann er vantilega off í þeim leik. Hann hlýtur eiginlega að vera off í þeim leik. Ég meina hann talaði að það er ekki meira en vika síðan Arnar sagði að það væri nokkra vikur í hann, maður myndi halda það, en maður veit aldrei samt þessi með þessa þjálfara, það er oft verið að spila einhvern bókurleik annars hefði hann líklega alltaf verið í hóp í dag segi. En það verður leikur. Rosalegur. Já, á hverju verður það rosalegur leikur? Bara á KR-vellinum. KR búið að vera ströggla og búið að vera að tala mikið gengi KR á heimavelli og Valur að mæta núna og geta sendt KR undir meiri pressu fyrir landsleikjarlið. Að meina KR geta kannski mætt svolítið pressulausir í þennan leik. Þú veist, Valur þarf að vinna þennan leik að þeir ætla að halda í við efstu 2. Já, ok. Að meina KR þarf svona kannski bara að fara að sína aðeins betri framistur. Já, bara 90 mínútur. Já. Eigum að leyfa Gunna að gíska á þetta allt saman með lengjunni og flotti leikir helgina. Þetta byrjar allt saman annað kvöld, föstudagskvöld. FH Fram, tölur. FH hafa litið mjög vel út. Þetta verður 2-0 FH. KA IA. 2-3 IA. Vestri Stjarnan. 1-3 Stjarnan. Víkingur Fylkir. Hvar er vestarleikurinn? Hann er á Avís. Á Víkingur Fylkir. 5-1 Víkingur. Mér finnst Fylkismenn vinir. Ok, HK Breiðablik. Í Kórnum. Já. Er hann á mánudaginn? Já, sundag. Sundag. 19:15. Þetta er áhugavert maður. 1-2 Breiðablik. Ok. Og svo Kár Valur á mánudaginn. 2-2. Jafntefli. Já, þetta verður spennandi að sjá. Gaman að sjá hvort að Gunni hitti á þetta í þetta skipti. Hann hefur verið segur í þessu öllu saman. Sko, það er talandu lengjuna. Þá erum við með þessar lengjudeild Gústi. Ég meina, hittin hefur verið á mínum manni maga.net. En ég meina eins og þinn maður, Siggi Höskulds. Hann er með 1 sigur. Já. Í fyrstu 4 og er að fara til Njarðvíkur á morgun. Já. Þetta er bara þannig deild, ég meina, Afturöldingar er ekkert búin að vera eitthvað mega slappir, sko. Þetta sýnir bara, deildin er ógeðslega jöfn og
núna horfur bara í, þú veist, ekki vel að dragast eitthvað það aftur úr pakkanum að þú veist, eigir ekki séns þegar líður á mótið, haldur inn í lúpunni og þú veist, við sáum Vestra í fyrra, meina ótrúlega lengi í gang og samt sögðu allir þegar koma að playoffinu og vilt ekki mæta Vestra og það var bara búið að tala það bara frá því fyrrumferðinni sko. Þú veist, áðurinn voru farin að vinna leiki sko. Þannig að gefa mér svo smá tíma en hérna, ég þú veist, með Magga eins og þú sagði, með afturöldingalið þeir ekki jafn sterkir og í fyrra, ég meina Arnór Gauti, þú veist, mér varst hann frábær í fyrra þegar hann snaut við, hann ekki búinn að spila mikið, Ásgeir Frank fannst mér frábær á miðunni, hann var svolítið límið svona í holding, svo var hann hérna, ég að gleyma einum Rasmus í hérna vörninni og svo varum við úkrainska markmann, þetta hryggurinn sem var úr liðin í fyrra og veist, þannig að gefa þeim smá tíma og sjáum hvað þeir geta gert. En mér fannst liðið í fyrra sterkar en liðið sem í ár. Ég held að við veitum allir að þú ert með risastórt Fjölnishjarta hérna, Gústi, og maður svo sem ekki mikið séð meginströmsmiðlana fjallum þetta, en það eru alvarleg peningavandræði á Fjölni. Hefur þú heyrt eitthvað meira svona við? Bara eini, ég bara veit að þú veist, það er ekki erfitt að sækja leikmenn og hérna bara alþjóði gjaldeyrissjóðurinn að fara að taka við stjórn Fjölnis? Ég þekki ekki, þú veist, eitthvað neitt djúpt sko, en ég veit bara, þú sér það eins og horfið bara á liðið, bara kalla mig inn að, þú veist, það ekkit vera, þú veist, það var kom einhver leikmaður sem kostaði einhverja krónu í liðið í ára. Fjölnis sé með töluvert ódýrara liðheldinni fyrra. En bara, þú veist, að það eru nýja fréttir sem sagt bara núna og meðan við erum að taka upp að þá Fjölnir Karfa að setja út sem sagt að stjórn körfuboltadeildar Fjölnis hefur í samræði við aðstoð félagsins og eftir samtöl við leikmenn liðsins ákveðið að draga kvennaleg Fjölnis úr keppni í söpudildinni fyrir næsta tímabil. Þetta er náttúrulega bara gríðarlega leiðileg tíðindi. Já, ég meina, svo megum ekki gleyma að handboltinn fór upp líka eftir úrslitakeppnina á móti Þór og hérna, það myndi ekki koma mér óvart ef það yrði dregið tilbaka líka. Því að hérna, það bara verðum að sjá hvað gerist en þeir með fótboltaliði hjá Fjölni, þetta alltaf ákveðin kjarni þarna og það er alltaf haldið upp svona ákveðinu leveli sem búið að skila liðinu ákveði langt og hérna sjáum hvað gerist í sumar en ég hef ekki trú að þessi að fara að berjast að fara upp deild en ég held að verði ekki inn einu vissinni heldur. Þetta er ekki gott því að hérna, ef mér minnir rétt þá voru Fjölnir deildarmeistarar 2022 í söpudeild kvenna, held mér sé að minna rétt. Þannig að þú veist, það er augljóslega eitthvað að og vonandi að og þetta verðist yfir alla deildir. Þetta verðist ná yfir alla deildir en ég held nú samt sko það er eitthvað að vera að tala eitthvað gjaldþrot eitthvað svona, ég held að þetta sé sko, þetta er miklu starf, þetta er lýðhelsumál held ég held að, þú veist. Þú ert svo ábyrgur Gunni. Nei, ég meina hvað meinur þú? Já, en þú getur ætlar að segja bara við Rimakverfið og Dalhús og hérna öll þessi hverfið þetta í kring. Mittlið fór á hausinu og bara sagt þeir hérna handboltalið verður núna fótboltalið. Já, það kom annað lið í staði. Já, núna bara Björnin, hérna, þú veist, núna heitið þið bara Björnin. Er ekki íshokkilið þarna í gráinu? Núna bara knattspyrnudeild Bjarnarins. Fjölnir fara á hausinn. Nei, ég auðvitað vona maður að það verið farsæll endur á þessu öllu saman. En ég menna, svona er lífið. Maður fekk að kynnast þau sem íkvæðingur. Það hefur rammar reypa draga. En lengjudeildin, eins og segir, hún hefur aldrei held ég verið jafnari og meira eins mikið rugli eins og í ár, sko. Þetta er bara, það er alltaf mesta líkur leikur að fara í jafntefli en svo getur annar lið unni líka. Það er svakalegur leikur í Breiðholti á morgun. Það sem að Leiknir og Afturelding mætast. Já, og ekki minni leikur eins og deildin er í Njarðvík Þór. Það er bara alvöru leikur líka. Og Grindavík Keflavík, þetta er geðveikt deild, sko. Já, við ætlum að fara í úrslitaleik meistaradeildar. Við gerum það með Nokko, það er þessi nýji góði Nokko San Isidro. Við erum bara að taka upp á miðnætti. Ég get ekki verið að skóla þessu niður akkurat núna því að þá kannski sofnaði ekki. En þetta er frábær drykkur hjá mínumönnum í Nokko. Ertu þannig? Já, ég er bara ekkert að dæla þessu í mig svona rétt fyrir svefn. Kannski ég ætti bara að fara að byrja á því öllu saman. Ég mælu með því allavega. Nei, ég er að fíblast. Góður. Úrslitaleikurinn í meistaradeildinni annað kvöld, laugardagskvöldið segi ég 1. júní, Real Madrid Bayern. Sko, ég held að þetta var einhver leikþáttur með André Lunin, markmann. Eitthvað að segja hann væri veikur og eitthvað slíkt bara til þess að reyna að tróða Courtois í markið. André Lunin ferðaðist ekki með liðinu. Nei, og þeir voru að spá í að halda honum í Madrid fram á laugardag svo að myndi ekki smita leikmenn. Og
En hann mættur eða? Ég bara þekki, ég las þess að frétt í gær að þeir voru að spá í að halda honum heima fyrir. Já. Takk ekki neina séns. Þetta afar áhugavert allt saman og verður spennandi að sjá. Það er talað um að Nacho byrji, svona augun verða svo litið á, þú veist eins og Niklas Füllkrug. Aldrei datt mér í huga, hann sendir í úrslitaleik meistaradeildarinnar. Nei, þetta sá maður ekki fyrir. Nei, ætli að Joselu byrji óvænt? Nei, það. Fyrst mér ólíklegt. Hver kemur inn fyrir Tchouaméni? Tchouaméni veitur. Það verður þetta að ringja í gamla mannin. Það geta alveg ekki, sko. Faraðir í Akkur Modricin. Ég meina þeir verða látið Toni Kroos byrja þegar Toni Kroos að kveðja. Hann spilar alltaf. Já. Þetta verður eitthvað, er þið búin að sjá 9 takkaskónars? Toni Kroos, glæsilegir sem hann mun kveðja í, hvort það verði í þeim núna á laugardaginn. Það verður allavega. Er þetta einhverja svona Adidas lufsur? Já, þetta er ógeðislega flott. Það voru að segjast alveg eins og Já, þetta Dortmundarlið er allt öðruvísi í meistaradeild Evrópu en í Bundesligunni. Mjög flatt í Bundesligunni, frábært í meistaradeildi. Eiga þær einhvern séns? Já, þú veist, Evrópukeppni í ár hefur sýnt okkur það, bæði úrslitaleikurinn Atalanta á móti Leverkusen og svo Olympiakos á móti Fiorentina, þá sem líklegri vinnur ekki alltaf. En Real Madrid er svolítið öðruvísi skrimsli í Evrópu heldur en önnur lið, því að þeir vinna yfirleitt alltaf. Já. Þannig að, ég ætla ekki að fara þykjast eitthvað að spá Dortmund sigri eða neitt svoleiðist, því að ég held að Real Madrid klári þetta, en veist, einn leikur 90 mínútur allt hægt, en Real vinnur. Það er gaman ef að Dortmund gæti, ef að til dæmis ef að Roysarinn myndi koma inn og ég gerum ekki ráð fyrir að byrja ef hann myndi koma inn og hérna ná að kveðja félagið sitt eftir hvað, eitthvað 12 ára veru eða eitthvað. Bara Dortmund fór í gegnum þetta PSG MV og hérna það var bara allt æðislegt og frábært og komnir í úrslit og stundum bara menn sáttir að vera komnir í úrslitaleikin og svo tekur bara stóra sviði við og menn þakka fyrir sig. Rekord Real Madrid í úrslitaleik 14-3. 14 sem unnið úrslitaleik og 3 svar tapað, þannig er ekki. Ég held að margir séu að horfa á leikinn frá því síðastu laugardag á Wembley. Það sem að Manchester United mætti með 90 minna gameplan á móti liði sem átti ekki vera hægt að vinna. Já. Og ég held að margir séu sig ára alltaf, það er ekki hægt að vinna 70 á þessum tíma, þeir eru ósigrandi og allt svoleiðis. Mætti þess að hollenski með gameplan. Svakalegt að hugsa til þess líka að Jadon Sancho, menn búin að afskrifa hann á Old Trafford, komin í úrslitaleik meistaradeildarinnar og svona fengið einhvern veginn endur nýjum lífdaga í gullutreyjunu og það er. Hefur hann skorað eitthvað í meistaradeildinni? Hefur hann skorað eitthvað? Ég er marka kall, sko. Já, þú ert náttúrulega bara svona, þú ert tilfallandi kall. Nei, ég er marka kall. Tekur það sem er tilfallandi. Hvað er hann búin að skora í hérna hann lítur að vera komið. Champions League? 1-2. Já, ég held að sé 1. Ég held að sé komið 1 mark. Það er nú allt og sumt. Það voru áhvert að sjá hann í þessum leik hvort að hann höndli pressuna. En þessi leikur, já, þetta verður, þú veist, ég skal viðurkenna það, ég hef oft verið spenntar. Já, bara allir þessir úrslitaleikir því miður hérna í Evrópukeppnunum, það var ekki mikið sem að hreyfði við mér því miður. Já, ég meina, það var gaman að sjá Olympiakos rífa sig upp eftir tapið á móti Valsmenn. Að sjá, horfður á leikina? Ég var að taka upp söguna, en ég sá markið. Ég sá markið. Já, það var enda gott. Gaman að sjá Tók Grikkina. ekki nema 3 mínútur að skerum hvort það væri markið ekki. Já. Og þú allir búin að tala hvað verður frábært er að þetta semi-automated var kemur í enska boltan því að það gengur svo smúð fyrir sig. Það tók ekki nema 3 mínútur, þannig að við býðum spenntir. Þetta var áhugavert og loksins eiga Grikkir sína Evrópumeistara. Ég veit að þetta var tilfinningaþrungin stund fyrir Alfred Finnbogason og Ögmund. Þeir voru þarna leikmenn. Það bíla verið tilfinningaþrungin stund fyrir þá. Er það ekki? Jú, pottet. Og gaman líka bara að sjá hvað þeir voru fljótir að recovera sig frá handboltatapinu. Já, móti Val. Heldur betur. Það var líka sem að, hálfa milljónin. Það er búið að draga í leiknum. Flísabúðin, flís.is og það er komin vinningshafi. Og vinningshafin er kona.
sem færi þessar 500 krónur frá flísabúðinni sem er búin á topnum síðan 1988, kongarnir í flísunum. Gettin. Petra Rós Ólafsdóttir fær $500,000 í flísabúðin. Geðvegt. Til hamingju með þetta, Petra, og það verður haft samband við þig til hamingju. Heyrðu, þessi Maresca er tekin við Chelsea-liðinu. Já. Sko, stuðningsmenn Leicester eru bara svona, heyrðu, við tengdumst þessum náungi ekki neitt. Hann var þjálfari okkar, vann jú deildina, en þú veist, það var ekkert svona bond. Hvað fær þá til að trúa á hann frekar en Pochettino? Það bara til að fá einhvern gæjarninn og svo bara, heyrðu, við ætlum að fá hérna gæja, við ætlum að gera þetta svona og þú ert bara að segja já að menn og þú mátt kannski pikka liðum helgar og svona, en við ætlum að sjá allt annað og það held ég eina pælingin sem Er það? Þú veist, hver önnur pælingin á bakvið þetta? Og Pochettino var búin að gangi gegnum alvöru erfiðleika gegnum tímabilið og svona rétt undir restina þó var svona það er svona aðeins fann að sína að Og bara finna liðið eitthvað svona, já, allavega varst fann að hugsa eitthvað, það getur eitthvað gerst hérna. Svo bara, nei, látum hann fara með allt sem er búið að ganga á hjá þessum klúbb síðustu ár, svona loksins einhver manns og stundismenn svona mögulega, við gætum verið að fá eitthvað til að byggja hann og svo kemur bara gæi sem er tekin, frá Leicester sem enginn veit hver það er einhver, það hlýtur að vera einhver pæling á bakvið. Já, hann náttúrulega líka ódýrari en hann fær lengri samning. Já, hvað heldur að Todd Bowley sé bara, ég er búin að liggja við Championship í vetur, þetta er maðurinn sem er að fara að koma okkur, það er ekki þannig. Sko, þannig er auðvitað með þetta, þessi pep-tengsl sem allir eru hann tók við Parma, það gekk nú held ég ekki sérstaklega vel hjá honum þar. Ég hitt hennar strákar, ég kallar í Stók og það var náttúrulega mjög kátur þar sem var nýbúin að jarða Stóka á Britannia og svona karismatik náungi, glæsilegu maður og allur sápakki. Hann tekur Willi Caballero með sér, hann er að stela set-piece þjálfarnum frá Brentford. Það er eitthvað svona einhverja pælingar í gangi. En er þetta ekki bara, þú veist, veit að þetta er þreytthugga, en ég meina þeir hljóta að vera að horfa og það hefur svo sem verið rætt mikið í fjölmiðlum í Bretlandi að þeir eru að horfa í að gefa ungum upprennandi stjóra sem hefur kannski ekkert eitthvað brjálaðar reynslu en gæti mótað þetta lið sem er einhvern veginn bara einstaklingar eins og það núna. Og þú ert að fara að díla við superstjörnur á En er þetta superstjörnur? Nei, ok oflauna leikmenn og sem líta á sjálfa sig sem superstjörnur og þú ert að reyna að fara að gera þá motivated til að spila. Svona hálf karakterlausir finnst manni oft tíðum sko. Þannig að mér finnst það að vera stóra dæmi í þessu. Ég er rosalega spenntur að sjá hvað verður núna því að eins og ég upplifði þetta pólitíkin á Stamford Bridge þá barðist Pochettino fyrir að halda Conor Gallagher. Conor Gallagher er að fara að loka á díl. Ég meina ef að hann er farin síðan segja bara Maresca, Conor Gallagher, hann er farin við erum að safna pening hérna fyrir öðru dóti hérna, sko það er 20 í stöðinni annarkvort fyrir Conor Gallagher á einhvern viðbjóðslegan díl eða hann er farin það er einu-tver myndunar í stöðinni ég meina, Trevor Chalobah ég get ekki ímyndað mér að verða á honum að það hefur hrunið á einu ári ég get ekki ímyndað mér annað en að þessi Madsen strákurinn þeir sem eiga í Dortmund verða á honum hefur rokið upp en ég meina þeir eru með bakurinn sem aldrei heilir þannig að þeir þyrftu að ná í hann bara tilbaka þú veist, hvað ætlar að sækja peningin? Er það fyrir Lewis Hall? Akkurat Hvað ætlar að sækja peningin? Það sem Newcastle notaði bara í neyð sko basically sko Það er ekki margir þarna sem eru söluveru fyrir þá sko Nei. sem að fara undir þetta FFP þak sko Þeir þurfa markmann líka Já, 100% Þetta verður afar áhugavert sumar framöndan hjá Chelsea en eins og ég segi, þeir eru búin að stela setpiece-coachnum af Brentford Hlær Gunnar Birgisson hann reyndar, þeir fengur nokkuð mörg úr föstum leikadröfum Arsenal dugði ekki alveg voru ekki bara yfirbúrðarliðið langflest Já, en það skilaði sömu útkomu í fyrra en höldum áfram með enska boltanum við gerum það með Mikluborg og Mikluborg sérum að koma fastegnum milli fólks það sem að eitt flytur í burtu þar kemur annar inn og allur sápakki það þekki Mikluborgin vel og sko það er mikið að Leopoldmönnum inn í Mikluborg og þegar ég sagði að framtíðin var á leiðinni þá voru nú ansi margar spurningar og þeir bara vilja segja þeir sögðu bara Trent, Sala, Van Dijk staðan frá framtíðinni hver er staðan? Þessu þrem? Já, ég meina það er ár eftir að díl hjá þeim öllum hvað gerist?
Van Dijk, ertu að tala bara fyrir næsta tímabil? Ég meina, þeir Van Dijk verður áfram 100%. og bara klára samningin og fer frítt frá? Ja, bara kemur ljós bara, hann ekkert að fara, hollensku þjálfar að fara að koma og hann fyrirliði liðsins, hann tekur allavega næsta tímabil, sjáu hvað gerist. Sala, það engar, á sama tími fyrra var allt á loga, allt á samfélagsmiðlum að hann var bara hvaða lið ætlaði að borga 200 milljónir fyrir hann. Maður heyrir ekki neitt núna. Hann talaði eitthvað daginn að, gaf út, sagði bara eitthvað, mætum aftur á næsta ári og það er ekkert að frétta með Sala bara maður er ekki heyrt neina að vera linkað við hann og Trent hann er ekki að fara neitt sko. En það er bara 12 mánuður eftir, er það ekki ákveðin tími sem að segir annarkvort 100% sell eða renew? En yfirleitt þegar mennir að fara þá búið að vera eitthvað svona í gangi og svona, maður heyrir ekki neitt af þessu gæjum núna, þannig að ég býst við öllum bara á æfingu bara í júní sko, eða júli. Er það ekkert skrítið, sérstaklega í ljósið þess að akkur á liði eitthvað að vera að pissa yfir Trent til dæmis? Nei, ég var að pæla í hvort að, það er náttúrulega á einhverju tímabúti munum við náttúrulega að fá að heyra hérna raunverulega ástæða fyrir Klopp hættir. Eftir tímabili, fyrir árið síðan, hugsaði ég bara alltaf náður að halda Sala 1 tímabili viðbútt, þá gaf ég bara að vera átó að hann færi tímabili eftir. Þannig að með við hvernig hittin á hann var í fyrra, finnst mér einhvern veginn ekkert vera eitthvað núna eitthvað, þetta liðið alltaf komið 200 og Saudi var alltaf að fara all in í hann. En sjáum hvað gerist, það sumarið langt það en eins og staðan núna, þá sé ég engan hitta í kringum neitt af þeim sko. Þetta er mjög áhugavert af því að yfirleitt sko, þú veist eins og hvernig Liverpool er rekið, þá yfirleitt þessum 12 mánuðum þá tekin einhver ákvörðun hvort að leikmaður verið áfram með annars lít. Van Dijk sagði nú sjálfur að væri að fara, nýr þjálfari að koma inn og hann er alltaf ekki að láta sig hverfa þegar nýr þjálfari kemur sko. Hvað myndi sárna mest fyrir þig sem auðvitað svona harðasta Liverpool-mann þjóðarinnar? Hvað myndi sárna mest að sjá á þessu þeim fara? Sala. Hvað ef getur færð gæja sem getur gefið 20 mörg og 10 stórstrík okkur einasta tíðanbili þá sárna það mæntalega mest. Meira en Van Dijk? Já. Ok. Það er áhugavert. Fyrir mig. Sala er bara komin á þann standard að hann skora nánast í hverju leik og svo á hann 3 slappa leiki og bara að Sala er á niðurliðin gæði sem bara deliverar hverju einasta tímabili, alltaf. Ég var rosalega hrifinn af þessari pælingu Arne Slott með Oli Watkins. Mér finnst það meika svo mikið sens fyrir mér að Oli Watkins í Liverpool, mér finnst þetta bara svona þetta er það góð hugmynd að hún ætti að koma frá mér. Hvað ætla þá að gera við Darwin Núnes? Bara láta hann fara? Við sáum bara í fyrra, Klopp var að hætta og liðið var dottið úr allir í keppnum allt síðustu leikina. Hann spilaði samt gótt í Gakpo í staðin fyrir Darwin Núnes. Svo er það annar leikmaður sem þau keyptu en var ekki akkurat, að delivera. Og svo kemur hollensku þjálfari inn og hann hefur potið meira softspot þegar hann byrjar fyrir hollendingnum heldur en hinnum sko. En akkur spilaði Klopp var gæinn sem barðist fyrir að fá Darwin Núnes því að þeir sem voru skáta fyrir Liverpool þessu við viljum fá Nkunku. Klopp sagði ég vil Núnes og þeir gáðu honum það bara eftir og samt hann að hætta undir restina og spila hann samt ekki og ekkert undir þannig að það hefur eitthvað gengið á hann. Ég hef heyrt að Núnes hefur pirrað Klopp alveg massíft mikið. Það hlýtur að vera. Út af því að þessar leta þess að læra ensku. Já. Og svo var ég að hlæja þessu og þá kom miðdari Casemiro og það var ég Kubrsaji og veist eitthvað svona Porkvátagi. Helst þú að Casemiro væri að fara á þessum díl að fara að læra ensku þegar hann vissi að hann var að fara að vera þannig í 2 ár, 3 ár? Ég bjóst bara ekki við að mætti það inn og að kemur málmar strax. Það var eiginlega það sem ég bjóst ekki við. Það er svona heila máli þessu. Ef ég held að ég þyrfti að vera mölvaður 3-4 daga í kringum ykkur og Wembley daga. Takk. En það voru ekki allir svo heppnir á þessu tímabili. Er ég á til að mikið með orkudrykkjabekarinn. Takk fyrir það. Og innilega. Já, ég meni, þetta er bara orðið þannig og maður þakka fyrir hvert byggar. Maður veit aldrei hvernig næsti kemur. Heldur betur, lagning.is þeir á eina byggarinn þegar það kemur að leggja bílum. Það er að segja í Sandgerði, við Sandgerðisflugvöll. Næstu verðt á leiðin í Sandgerði á Sandgerði Airport. Þá er það lagningamenn sem taka við þér og taka lyklarna og leggja bílnum.
Arsenal að skoða Benjamin Sesko. Já, það nú bara virðist vera langt komið 45 milljónir sem náttúrulega annar svona bargain deal 1.95 center mjög snöggur kraftmikill, góður í loftinu skorað mikið fyrir Leipzig og slóvenska landsliðið þannig að þetta leikmaður sem að ég svona kannski ég hefði kannski viljað sjá þá ef að þetta senderinn sem maður að ná í þá kannski hefði maður viljað sjá þá skoða kannski Isak, Watkins Ivan Toney, Osimhen bara, Sammála Sesko er góður leikmaður en meira svona spurningamerki í ensku deildinni heldur en einir en hann 2003 sem svolítið in line með það sem maður að gera og en spurning hvort það þurfi meiri skessu þarna fram á við Þessi Diet Pep strákar þeir eru núna að fara út allt við erum auðvitað með Arteta við erum núna komið með Vinny Kompany til Bayern og núna Maresca þetta Pep Light stuff allir Pep sé sjálfur skellir hlæðandi það sé bara hlæðandi að þessu hvað það alltaf að taka þess að aðstofamenn mína Nei, alltaf sé ekki bara ánæður hvað hann hefur snert hjarta margra liða í staðinn sko ég veit það ekki en ég meina Ten Hag fekk að smakka honum líka var það ekki Já, þeir áttu frábært samband þegar hann ángriðir það er besta moment að búlísstrákarnir hann hefur potið bannað að búlísstrákarnir sé ekki búin að setja þetta á TikTok þegar Hjörvar fattar í miðjum klíðum já, nei, býtu, svo náttúrulega tók Ten Hag smá tíma hjá honum með Bayern þetta kannski bara fín skóla eftir allt saman Gunni, þú greindir frá því á Facebook síðinu þinni í dag að Brighton verðist vera að leiða kapphlaupið Steve Cooper fyrir stjóra Nottingham Forest Já, þetta er eitthvað sem að bjóst ekki við að Cooperinn yrði þarna í samtalinu en það er flott að hann sé komið með vinnu aftur Já. En hvað enda þú til Serbi? Já, það er umlega heila málið það veit Býttu, er Brighton að reyna að fá hann? Ég held að vera í Burnley Nei, Steve Cooper er að fara að það Burnley er líklega að fara að taka enda Bellamy Já, ok, en býttu enda Akkur taka er ekki Bellamy? Kannski er hann ekki drópað þjálfari hann er kannski frekar óstöðun á En Kompany, heldur að það sé ekki búið en Kompany vildi fá hann með Já, bæinn sögðu bara nei Nei, ég held að Bellamy hafi sagt nei Nú byrjur Kompany vildi fá hann Já, Bellamy hafi sagt nei, vildi bara ekki fara til Íslands Ok, ég veit það ekki Ég held það Herri, það er að fá Antoine Griezmann fyrir 12 milljónir punda í sumar ef menn hafa áhuga bara ef þið hafa áhuga Luis Díaz orðaður við Saudi-deildir á Joe Gomez líka Já, bara Nei, þeir eru ekki að fara neitt sko. En talandi Griezmannin Frakkarnir höfðu aldrei að trúa honum í franska boltanum og sín bara lítill og ömur og ekkert að gera bara spánverðinni bara Þeir sáu þetta Já. Þú getur líka týnst í kringum og kannski stóra stráka Afrikustráka 1.90 bara síni hvað hann afbara góðu leikmaður bara tæknilega séð geggjaður leikmaður algjörlega en þá að delivera sko. Stórkostlegu leikmaður við slum fara að taka upp léttra hérna í lokin hjá Dr. Fútbol meðan að Jürgen Klopp nýtur sín á Mallorca það er verið að klára allt þar hjá honum í þessu fallega húsi hans Væntanlega er hann með einhverja vörur frá Einari Á þar sem eru vinnarar í byggingabransanum Einari Á Dalvegi strákar vinnarar og lúsirar þessara vikur ég meina vinnir finnur sem allt vinnir þess að ég kalla hann Klárt hann er þarna sko Steini Ardal í sama pakka Stóni Pappans var þjálfari IK og HK í fótboltan hann seldi mig í Val Hvað heitir hann? Helgi Ragnarsson Helgi Ragn Er það pabbi hans? Það er pabbi hans hinn góðsagnakenndi Helgi Ragnarsson ef að IK eða HK var í vesinni þá var hringt í 2 menn Helga Ragn eða Kjartan Másson það var engin að það var fónbúkið það var 2 gæjar það er sárt fyrir Gunna en Aron Pálmarsson er vinna líka já, alveg klárt titill nummer 44 í safnið held ég að reyna að hafa þetta rétt núna fleiri vinnarar ég meina ef við tökum bara svona úr lífinu sjálfu einhvern veginn og það er náttúrulega forsetakosningar helgina Halla Tómasdóttir hefur náttúrulega vaxið gríðarlega í öllum spám og
nú, Já, nú, ég veit nú ekki kemur margir en ég og Halla kemur- Tómasdóttir Hjóru nú eitthvað að tala menntaskóla ári minn hérna á sín tíma ég og Halla Tómasdóttir fórum í sama háskóla í Bandaríkjunum en Já, það svoleiðis nú kom svipur á Já, Auburn það University. verður nú eftir fréttinni það var nú verið nýjan í skóin og hún hefði verið að gefa upp rangan Auburn skóla en það var ekki hinn stóri Auburn. Nei, hún var í AUM. Við vorum í litla Auburn. Já. Þannig að svo það sé á hrein. En það er hljóma betur að vera í Auburn. Já, En það er ekki nóg til að fá mitt atkvæði. það kom einhver svipur á þig þegar ég sagði Halla. Nei, bara flott. Bara mjög flott, bara gangu vel. Ég bara, svo er ég hérna með sjálfshjálparbók handaðir hérna. Gjörðu svo vel. Þannig að lestu eitthvað munkurinn sem varð ríkur. Gjörðu svo vel. Heyrðu, allavega. Ég ætla að fá að segja annan vinnur, Robert Westman. Hann skellti sér á Wembley þegar allir einhvern veginn sögðu hann, ég myndi nú ekki gera United vinnur ekki en leik. Hann sagði, heyrðu, það er gameplan í gangi. Já. Og hann fór og við skáluðum síðan, við reyndir höfum ekki en þá skáluðum við gerum það hérna, lúserar. Einhverju lúserar í þessari viku? Lúser í þessari viku. Já, menn vilja vera kaldir. Það er svo leiðilt að tala um þá. Herru, hver var það sem að var að þurfa að tala um Kyrie Irving að hann geti ekki neitt? Var ekki Kyrie að fara áfram með Dallas Mavericks? Við erum ekki komnir áfram. Þeir eru ekki komnir áfram. Fóru það 3-1? Það er 3-1. Þeir fóru í 3-0. Það var einhver sem að... Við töpum í kvöld, svo vinnum við næsta. Við þetta fyrir 4-2. Ok. Er það heldur það? Já, við töpum útileiknum í kvöld og kláruðu það heima í næsta leik. Herru, og Boston fá bara einhverja frían passa í úrslitin. Boston er ekki búin að mæta körfuboltalið það sem og Kyrie Irving er að fara að mæta Boston í úrslitum and this time it's personal. Það er þannig. Storybook ending. Það verður geðvikt. Bar LeBron í 1 titil og ætla núna að hjálpa Luka Doncic að vinna annan titil. Get ekki beðið. Hvað er annað í þessu sumabústæðu? Nei, maður sjá, ég er að reyna að sjá einhverja fréttir hérna. Það er eiginlega engin lúser sko. Nei. Er engin svona eitthvað að... Nei, það er svona ekki... Nei. Það er miklu leiðilega að tala um þá sko. Já, ég sé það bara ekki. Veist, ég ætla að fá að setja einn vinnir hérna, Rafa Nadal. Já, þáttur sér dottin út. Já, ég bara, hann þú veist, átti ekki sens í Sverif en það var bara tilfinninga þrúkist númund að sjá The King of Clay, þakka verið sér. Ég horfði á Djokovic í dag. Já, vann hann ekki? Hann vann allan á fyrstu 2 setin, ég veit ekki hvernig, hann hlýtur að vinna þetta. Ég væri búin að sjá það hann ef hann tapað. Þannig að það er bara þannig. Þannig að það er nóga vinnurum í þessu lífi. Heyrðu, við ætlum að fara í örstutt í Neyða Já sem með Æsver og þar hafa menn verulegar áhuga á því Neyða Já okay. að spurja Hvaða lag er þetta? Þetta er reyndar Er þetta ekki úr Þetta er Formule 1 Ég veit ekki alveg á hverju það er sko Ég var að hlusta á það hérna í vinnunni í dag Þetta er við Neyða Já heldur betur Það dælast inn Neyða Já spurningarnar á Gustaf from the Future þegar ég let fólk vita að hann var á leiðinni Gustaf from the Future Æsver með Dr. Fútból frábæra vörur á geggjöfu verði Nú er momentið þegar Sörens vann skallleimi við Gulla Jóns upp á Skaga árið 2005 ennþá mesta íþróttafræði knattspyrnusögunnar eða er það Vala Flosa í Sydney 2000 Ég tek Sör fram fyrir það það er bara klárt Þú þekkir þá sögur líka Jú, heldur betur, ég sendi hann á hann þannig að eðlilega ég var vitnað þessu Nú eru völsungar að fara að fljúa upp úr bæði annar deild karla og kvenna Stálmúsin er loksins að leyfa Húsvíkingum að dreyma eftir erfið ár Já og þeir eru farin að vinna núna leik unnu 5-0 úti á móti Reynir Sandgerði daginn, það er bara einhver tölur sem hafi ekki þekkst á Húsavík í mörg ár þannig að þeir eru í möguleika en þetta er óerfitt fyrir á móti Mike, Tomma og Gary Martin það er bara þrír of stóri póstar fyrir Völsung en bara vonandi náður að byggja upp lið og gera samkeppnishæft í deildinni og fara að challenge á næsta ár Hvort er betra að æfa byssurnar í Íslandi eða Íslandi? Íslandi alltaf Daði Laxdal spyr hver er besti bjórin á Dælu í Tallinn? Á Dælu? Ég er náttúrulega bara harður sakumaður sko, það breytist ekki Já, Túborg ekki þar, nei það er Túborgin Saku original Já, herðu, er framtíðin björt spyr Benedikt Kári Gröndal Alltaf það, já, þar Nú er pabbiðin pípari, hefur þú sagt honum að pípa sig niður? Ekki ennþá Já
Maður sjá Er ekki filter á þessu spurningum? Jú Það er ekki síja. Jú, þetta var ekki gróf Nei, það er góð. Hvor betri í loftinu, Siggi Sögur eða Ásgeir Aron? Vá, þessi er góð. Þessi er frábær. Það var að vinast litt öðrum megin en ég ætla að segja að Sör sé betri. Er Jude Bellingham verðmætasti leikmaður í heimi? Í dag? Já. Er Dallas Mavericks að fara að baka Boston Celtics í NBA Finals? Staðfest? Mun Hermann Hreiðarsson ná að stýra IBVF upp úr leikjudeildinni? Nei. Hefði Kristmundur Sigursson endað í landsliðinu, hefði meiðsli ekki sett strik í reikningi? Hann hefur verið í hóp. Hann hefur verið í hóp. Það held ég, þetta var neyða já. Það var svona, það var ekkert allt neyða já, en menn er svona búin að henda Teygja þennan lið. Já, það er að gera þetta kredit aðeins. Já. Heldur betur. Ég verð að biðja Ingu Tinnu afsökunar á einu. Ég gleymdi að powerranka. Sorry Inga Tinna. Dóttur útbúinur bara mannlegur. Ég veit að hún hefur verið bara að berja útvarpið heima á sér. En Dynout er staðurinn til að panta matinn. Gústi from the Future er maðurinn til þess að spurja af Champions League momentum. Top 5 Champions League moment Gústa from the Future. Það var erfiðar en ég hélt. Já. Þú veist, maður var að fara í gamla leiki og maður pælir í þessu. Þú veist, það er búið að vera ótrúlega mikið að boring úrslitaleikjum. Já. Númer 5. Númer 5, Real Madrid Juventus 2017 Millennium Stadium. Já. Ronaldo með 2 fyrsta skipti sem Champions unnin back to back. Þannig að þú ert að velja bara bestu leikina núna. Já, svona leiki sem hreyðu við mér. Hreyðu við þér. Númer 4. Númer 4 er Dortmund á móti Juve. 96-97. Já, við getum Lars Rickard leikurinn var algjörlega stórkostlegu þar. Svo hini leikirnir eru Númer 3. Númer 3 er þegar Chelsea vann Bayern og ótrúlega hátt á Allianz Arena. Við vorum einmitt heima hjá þér í Smára að horfa þann leik. Það var legið í vörn í 120 mínútur og náðu að vinna. Og ég tók í nema svona 30 fútbolleiki við Kristmund Sigursson og ég hef vann á Arsenal. Akkurat, og það var ótrúlega leikur. Númer 2. United Bayern 99, hann ætla bara ógleymanlegur leikur, bara hvernig hann spilaðist og hvernig hann endaði og það sýnir að bara, þú veist, þetta snýst ekki alltaf að spila eða vera, þú veist, betra lið í 90 mínútur, þetta skiptir að klára leikina og vinna á. Heldur betur. 2006. Ég veit að það þarf ekkert að segja hver leik nummer 1 er. 2006. Við erum líka farin inn í Elgrandi. Nei, Leikurinn Liverpool Milan 2005 er ennþá sá leikur sem er ruglegast úrslitaleikur allra tíma í meistaradeildinni og það þarf eitthvað meira eða stórt til að breyta því. Já. Svo var Arsenal Barcelona 2006, Barca Juve, svona honorable mention 2015, svona góðu leikir en fór ekki á listan. Rigningin í Moskvu, hún hefur væntanlega hreift við þér. Já, en það var svo, þú veist, það vantaði eitthvað svona, þú veist. Rain in Moscow. Já, það vantaði eitthvað meira krydd í leikinn. Já, góður. 2006, hvað heldur þú segja það? Þegar að Arsenal Barca. löglegt mark tekið á Barcelona? Nei, þetta var náttúrulega farsakendur leikur. Norskur dómari? Hæ? Norskur dómari? Já, eins og sé, farsakendur leikur. Ég var í Núri, ég bjó í Núri þetta ár. Það var brotið og bramlað heima. Varstu orðin Arsenal maður þá? Hæ? Varstu orðin Arsenal maður þá? 2006? Það var 94 bara þegar ég fættist. Já, ok. Búin að vera Arsenal maður bara síðan. Förum í Elgrandi með kemi.is. Invincible tímabilið er bara eins og það hefði gæst í gær. Já, við ætlum að slúta þessu á föstudegi með kemi.is. Besti glussin á besta verðinu hjá Hem í Kemi. Þeir feðgar reka þetta af miklum sóma. Herðið drengir, markmenn sem hafa spilað í úrslitaleik meistaradeildar Evrópu. Ég var svona að nú Gunni fyrir markur og ég ákvað svona að gefa hún smá fórskott. Þetta er svo ósangjant sko. Á hverju? Þetta er bara ósangjant. Ok, ég af því að þú nú sérfræðingur í markurðum. Gústi, byrjað. Jesse Dudek. Þú veist, hann hlýtur að hann á 10 ára á mig eða eitthvað. Áfram? Já, Andri Onana. Já. Jens Lehmann. Manuel Almunia. Kúkurinn. Viktor Valdes. Iker Casillas. Edwin van der Sar.
Dorett. Petr Cech. Dida. Þetta er geggjað. Þetta er geggjað. Jú, þetta er góð leikur bara. Hérna er þetta munum betri. Buffon, Gigi Buffon. Gigi Buffon. Ederson. Já. Thibaut Courtois. Já. Keylor Navas. King Keylor Navas, já. Claudio Bravo. Já. Alisson. Já. Simon Mignolet. Nei, býtu hinn með taglið sem fór í Newcastle. Býtu. Christ, býtu Jesús. Hver er hér? Hver er upp í törnunum á mér? Karius, Loris Karius. Petr Cech. Já, hann var komin. Var hann komin? Já. Afsakið. Maður sjá. Þá skal ég fara í hvað var sem maður sjá. Já. Onana var komin. Já, Onana var komin. Jöfull er þetta erfitt ef maður lendir á vegnum maður. Ég ætla að gefa Gunnar. Já, býtu. Nei, ég ætla ekki að, ég bara, þú veist, ég er ekki að finna hann, þannig að Gunni að koma tryggja tíma þetta. sigur hjá Gunnar. Peter Schmeichel. Já, pældi því. Og ég get að tekja Oliver Kahn líka. Já. En svona er þetta, maður lendir á vegnum. Angelo Perrucci. Já, Á Francesco Toldo úrslitaleik. Nei. Hverju voru markmennir í Vító hjá Juve og Mílan í leiðilegasta úrslitaleik Dida Buffon. Dida Buffon. Já, þeir eru þetta í báðukonur hérna. Þeir eru báðukonur. Já. Það vantaði líka þarna Sanchez átt í markinu hjá Real þarna sem að fekk þarna. Það vantaði Hans Jörg var ekki hérna Hans Jörg Bút Í Leverkusen. Já. Á móti í Real-leiknum. Já, var ekki. Jú. Vantaði einhverja realmarkmenn. Vantaði, Örugglega. sko, Courtois og Casillas voru komnir. Já. Það vantar mögulega hver er í markinu hjá þeim 2000 og hvað þeirra er vinna þarna þeirra Bale setur. Það er Keylor Navas. Já. Það er Keylor Navas. Hann kom eða ekki? Jú, Já, hann já. kom. Og Iker Casillas var næst í búin að sturta leiknum niður 2014. Já. Þannig að það er ýmislegt gerst í þessu. Fabian Barthez var auðvitað hjá Marseille liðinu Já. á sínum tíma og þannig að þetta var ekkit auðvelt sko. Nei, þetta var skemmtilegt samt. Já, það var gott. það var virkilega gaman að fá okkur í þetta allt saman. Í Chelsea-markinu var líka Mendy hérna 2021 í leik sem hann gleymist. Já, hann gleymist mjög auðveldlega. Hver var í markinu hjá Porto? Það var Vítor Baja. Já, þannig að það er bara eins og það er allt saman. Dr. Fútból þakka fyrir sig í kvöld. Þetta var svona seint í þetta skiptið. Fekk frábæra gesti Gustaf from the Future og Gunnar Birgisson sjálfan. Dr. Fútból ætlar að fara í burtu á mándaginn, verður ekki hérna á mándaginn. Þá ætlar hinn magnaði Jói Skúli að taka þetta allt saman. Verður með Jói Má og Arnarsvein með sér. 5 leikir í bestu. Og svo Champions League Final, nóg að vera og allir þessi leikir í lengjudeildinni. Leikinni þar munum bara fara einhvern veginn. Framtíð, takk fyrir þig. Takk sömuleiðis. Framtíðin er björt Takk. og Gunnar Birgisson, hún er líka björt hjá þér. Takk, sömuleiðis.